Saga Íslands er saga byggðar og menningar á Íslandi sem er stutt miðað við sögu landa á meginlandi Evrópu. Saga Íslands hefst samkvæmt hefðbundinni söguskoðun með landnámi 870 og byggðist landið fljótt. Flestir þeir numu land á Íslandi voru norrænir menn sem komu frá vesturströnd Noregs og konur sem komu frá Bretlandseyjum. Ísland tilheyrði engu ríki þar til Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd með undirritun gamla sáttmála rétt eftir miðja 13. öld. Noregur og Ísland urðu svo hluti af Danaveldi 1380, Ísland hlaut fullveldi 1918 og lýðveldi Ísland var stofnað 17. júní 1944 og varð þá að fullu sjálfstætt. Ingólfur Arnarson og kona hans Hallveig Fróðadóttir eru fyrstu landnámsmenn Íslands, en talið er að þau hafi sest að árið 870 þar sem nú er Reykjavík. Landnámabók og Íslendingabók eru elstu ritheimildir okkar það hvernig Ísland byggðist fólki. Landnám er sérstaklega ítarleg en hún segir frá 420 landnámsmönnum land allt. Flestir þeirra voru norrænir menn sem komu frá vesturströnd Noregs og konur sem komu frá Bretlandseyjum. Það hefur verið mjög sérstök tilfinning fyrir fyrstu landnámsmennina að sjá land rísa úr hafi eftir margra daga siglingu. Þeir hefðu yfirgefið heimaland sitt til að koma sér fyrir á nýjum stað sem þeir hefðu mjög óljósar hugmyndir og gátu ekki verið vissir að komast á leiðarenda. Á þessum tíma var ekki hægt að reikna með björgun úr sjávarháska og löng ferð til Íslands frá Noregi yfir Norður-Atlantshafið á litlum tréskipum var langt frá því að vera hættulaus. Í fornöld sigldi gríski landkönnuðurinn Pýþeas til Bretlandseyja. Pýþeas sagðist hafa komið að eyju eftir að hafa siglt í 6 daga frá Bretlandi sem hann nefndi Tíle. Þess ber þó að geta að engar óyggjandi sannanir eru til fyrir því að Ísland hafi verið að ræða. Á ýmsum kortum frá miðöldum er Ísland merkt sem Thule. Nokkuð örugg vissa er hins vegar fyrir því að írskir munkar hafi komið hingað til lands til sumardvalar áður en norrænir menn settust hér að. Elstu frásagnir Íra af Íslandi eru frá því seint á 8. öld. Eða 100 árum fyrir landnám. Norrænir menn kölluðu írsku munkana papa, en þeir leituðu oft eftir einveru á afskekktum eyjum, svo sem Færeyjum og Íslandi. Landnám Íslands átti sér stað á víkingaöldinni, sem er líklegast merkilegasta tímabil Norðurlanda. Norrænir menn sigldu víða lönd og höfðu þær ferðir mikil áhrif á sögu Evrópu. Fyrst í stað mynduðu víkingarnir einkum ræningjaflokka sem fóru með ránum og morðum. Þeir gerðust einnig miklir verslunarmenn, auk þess sem þeir settust víða að og stofnuðu eigin ríki. Venja er að miða upphaf víkingatímans við árás víkinga á klaustrið Lindisfarne á Englandi árið 793. Víkingaöld lýkur með ósigri Haraldar harðráða Noregskonungs á Englandi 1066. Norrænir menn náðu mikilli leikni að smíða traust og hraðskreið skip sem sigla mátti á rúmsjó jafnt sem grunnsævi. Víkingarnir áttu því auðvelt með að koma fólki á óvart, þar sem þeir gátu með ógnarhraða ráðist á mannabyggðir við strendur eða upp með fljótum. Góð skip gátu skapað mönnum mikil áhrif og ríkidæmi enda voru siglingar besti samgöngumátinn fyrr á öldum, þar sem vegir voru varla til en hestar voru bestu farartækin á landi. Þar sem landamæri voru óljós á þessum tíma er hæpið að flokka víkingana eftir þjóðerni og því er venjan að tala þá sem norræna menn. Hins vegar má segja að ferðir víkinga hafi skipst í 3 meginstrauma eftir því hvaðan þeir komu eins og sjá má á kortinu. Ástæður víkingaferðanna voru margvíslegar. Mikil fólksfjölgun hafði átt sér stað vegna framfara í landbúnaði og því var farið að gæta landþrengsla víða á Norðurlöndum.
Það bitnaði sérstaklega á yngri systkinum, þar sem norræn lög gerðu ráð fyrir að elsti sonur erfði jörðina eftir föður sinn. Á víkingaöld tókst einstaka höfðingjum að ná undir sig stærri svæðum og stofna þau konungsríki sem við þekkjum í dag, eins og Danmörku, Noreg og Svíþjóð. Við það misstu margir höfðingjar sjálfstæði sitt og urðu að greiða konungi skatt. Allar þessar ástæður leiddu til þess að margir ungir menn ákváðu að yfirgefa heimalönd sín og freista gæfunnar annars staðar. Einnig var verslun í Evrópu sífellt að aukast og slíkt gátu víkingarnir nýtt sér, enda miklir kaupmenn. Aðstæður voru því með besta móti fyrir metnaðargjarnt og ævintýraþyrst ungt fólk til að leita sér frægðar og frama út í hinum stóra heimi. Víkingarnir höfðu víða á sér illt orð vegna rána sinna og drápa, en þeir voru ekki allir blóðþyrstir villimenn. Margir voru heiðarlegir menn sem stunduðu verslun eða leituðu sér jarðnæðis með friðsömum hætti. Þá var sjómennska þeirra aðdáunarverð, en þeir voru fyrstir Evrópumanna til að leggja leið sína út hafið með markvissum hætti. Fram að þeim tíma höfðu menn helst ekki vogað sér fjarri landi, enda var úthafið óþekkt og hættulegt. Margir úr röðum víkinga gerðust landkönnuðir og leituðust við að kynnast hinu óþekkta. Það var á þessum tíma sem norrænir menn námu Ísland. Þar með höfðu þeir stækkað heimsmynd Evrópu. Þeir eru jafnframt sýnt fram á að úthafið væri ekki ósigrandi. Ekki leið á löngu þar til norrænir menn komu að ströndum Norður-Ameríku. Landnáma segir frá 3 norrænum mönnum sem komu til Íslands fyrir landnám. Fyrst er getið Nadot, sem rak hingað til lands á leið sinni frá Noregi til Færeyja. Hann dvaldi hér fram á haust en sigldi að því búnu til Færeyja ásamt mönnum sínum. Þegar þeir yfirgáfu landið gerði mikla snjókomu og kölluðu þeir því landið Snæland. Lofuðu þeir landið mjög. Næst segir frá sænskum manni sem hét Garðar Svavarsson, en hann var fyrstur til að sigla í kringum Ísland svo vitað sé. Þar með fékkst sú vitneskja að landið væri eyja. Garðar dvaldi vetrarlangt í Húsavík en fór aftur til Noregs næsta vor og lét vel af landinu. Eftir ferð hans var landið kallað Garðarshólmi. Að lokum er greint frá Hrafnaflóka en hann gaf landinu núverandi nafn. Hrafnaflóki yfirgaf landið og lét illa af því, en ferðafélagar hans voru jákvæðari. Þrátt fyrir að landið fengi þetta kuldalega nafn, tóku margir norrænir menn til við að sigla til Íslands á 9. og 10. öld. Samkvæmt Íslendingabók Ara fróða var Ísland albyggt á árunum 870 til 930 og því er venja að kalla það tímabil landnámsöld. Ísland var síðasta land Evrópu sem byggðist fólki. Flest landnámsfólk kom frá vesturhluta Noregs en þar voru landþrengsli meiri en víða annars staðar vegna fólksfjölgunar og lítils undirlendis. Þá segir Landnáma að margir hafi flúið til Íslands vegna ofríki Haralds hárfagra, en hann lagði Noreg undir sig í kringum 870. Margir landnámsmenn höfðu keltneska þræla frá norðanverðu Bretlandi með sér til Íslands. Þar náðu sumir sér einnig í keltneskt konfang. Íslendingar eru því frá fornum fari fyrst og fremst afkomendur Normanna og Kelta. Þá hafa einhverjir landnemar vafalaust komið frá öðrum norrænum löndum. Nýlegar genrannsóknir sýna að 80% landnámskarla virðast hafa verið norrænir en 20% þeirra hafa verið keltneskir. Dæmið snýst við þegar kemur að konum. Aðeins 38% landnámskvenna virðast hafa verið norrænar en 62% þeirra verið keltneskar. Fornleifar gefa til kynna að landnámsmenn Íslands hafi verið sæmilega stæðir bændur. Til þess að sigla til Íslands þurfti gott skip, þjálfun í sjómennsku og ýmsar nauðsynjar. Þegar víkingar fóru í ránsferðir sínar, sigldu þeir á mjóum og hraðskreiðum skipum sem kölluðust langskip. Landnemarnir sigldu hins vegar á skipum sem kölluðust knerrir, en þeir voru í raun flutningaskip. Ein aðferðin til að komast rétta leið var að fara eftir sólinni á daginn og stjörnunum á nóttunni. Það var hins vegar auðvelt að tapa áttum þegar skýjað var og gátu menn hrakist langt af leið í vondum veðrum.
Það gat verið erfitt að segja til hversu langan tíma tæki að sigla til Íslands og sumir komust aldrei alla leið. Landnemarnir hafa þurft að byrja á því að koma sér upp öruggu skjóli og finna gott landsvæði sem ekki hefði þegar verið numið. Landið þyrfti að vera hentugt fyrir landbúnað, en á þessum árum byggðist líf fólks allan heim á landbúnaði. Því var ekki við öðru að búast en að landbúnaður yrði helsta lifibrauð Íslendinga. Meginatriðið var að geta aflað sér matvæla með sem öruggustum hætti. Einnig var mikilvægt að geta komið sér upp í húsi, búið til föt og smíða helstu verkfæri. Lífið einkenndist af sjálfsþurftarbúskap, en hann gengur út á að fólk framleiðir að mestu leyti allt sem það þarf á að halda. Fyrstu 1000 ár Íslandssögunnar talið að landsmenn hafi aldrei náð að vera miklu fleiri en 50.000. Frá lokum 19. aldar hefur Íslendingum hins vegar fjölgað jafnt og þétt. Ástæðan fyrst og fremst stóraukin tækniþekking sem gerir okkur kleift að búa til aukin verðmæti. Á fyrstu öldum Íslandsbyggðar var tæknin mjög frumstæð, sem þýddi að mestur tími manna fór í að framleiða matvæli og aðrar lífsnauðsynjar. Kalt loftslag, náttúruhamfarir og hrjóstrugt landslag minnka mjög landgæði Íslands, sem þýðir að erfitt getur verið að framleiða matvæli. Búseta manna og dýra hafa einnig haft mikil áhrif á landið, en skógar Íslands eyddust mjög á fyrstu öldum byggðar í landinu. Talið að gróið land hafi minnkað helming frá landnámsöld vegna ofbeitar af völdum búfjár og náttúruhamfara.